þola einhverja bleitu. Þeir þola náttúrulega kannski ekki að helli súpu onni. En ég er búin að vera með þetta heima núna í svona mánuð og það bara gengi ótrúlega vel. Það var alls konar búið að fara í og þetta þorna bara rosa hratt. Ég lenti einu sinni í því að fá bara svona pínu lítinn blett í gegnum. Þá prófaði ég að setja rauðrófu í botninn. Og bara svona, mér langaði aðeins að sjá, ég er búin að vera að gera alls konar tilraunir. Og það kom bara smá blettur en ekki þannig að blotnaði í gegn mikið eða rifnaði eða neitt slíkt. Og það er mælst til þess að skiptir poka á 2 til 3 daga fresti ef hann er ekki orðinn fullur. En þetta er eitthvað sem maður bara finnur út og ef maður er að setja eitthvað í pokan sem er með mikilli lykt þá bara fer maður með hann út strax, alveg sem maður myndi gera þegar maður setur í tunnuna í dag. En lokast hann eitthvað? Getur þú lokað hann eitthvað? Það er svona punktalína hérna. Það er mælst með að það fari ekki yfir hana og svo gerir þú svona. Áður setja hérna í tunnuna. En máttu setja mataleifar beint í tunnuna? Þarf það alltaf að fara í poka? Það þarf ekki að fara í poka. Það er í rauninni bara... Pókar á móli eða myglaði eitthvað? Jú. Það er náttúrulega, fólk margir sem eru að flokka í dag og eru að flokka einhvers konar skálar og eitthvað heima hjá sér og bara sturta. En þá náttúrulega kannski bara verður tunnaðin ekkert mjög þrífaleg og þá þarftu náttúrulega bara að hugsa að þrífa hana sjálf. Hvernig eins og með fjölbýli, þá er ein svona stór og svo er hallt hitt bara svona eins og tunnur. Hver ákveður hvaða tunna verður? Spurt hver ákveður hvernig tunnum verður háttað í fjölbýlum? Stuttasvarið er Davor. Hann er búinn að fara að skoða og meta. En svo er það í rauninni svona svolítið grunnstaða og bara byrjunarstaða. Og eins og ég sagði áðan, við þurfum alltaf að vera að horfa fram á veginn og við þurfum að öllum líkindum að aðlaga okkur og breyta og laga. Sum fjölbýli munu frekar kannski vilja bara vera með stærri ker og færri tunnur og þá er það eitthvað sem verður bara farið í þegar að búa að dreifa öllum þessum tunnum og fólk búið að prófa svona aðeins og átta sig á því hvað það þarf. Af því að svo getur við verið með 10 íbúða hús og þessar 2 10 íbúða hús og þau eru bara með gjörólíkar þarfir. Íbúasamsetningin er bara allt öðruvísi, það eru færri íbúar öðrum megin, fleiri börn hinum megin, þannig að það er ekki hægt að segja bara já, öll 10 íbúða hús, þau fá svona. Það er rosalega erfitt og það vill kannski heldur enginn vera með allt fullt af ruslatunum. Það er kannski ekki markmiðið. En plass sem fer í tunnuna, verður það alltaf vera fullt eða má það vera aðeins rakt? Plass sem fer í tunnuna má það vera rakt. Af því að þú ert núna að aðskilja plastið, þá er það ekki að fara að menga pappírinn og þetta gufa bara upp, þetta þornar bara, en þetta má ekki vera eitthvað rennandi þannig að það vera allt blautt í tunnunni. En þú þarft ekki að eyða tímaðinum í að vaska upp og þurrka og eitthvað svoleiðis. En er allt plast bara plast? Er allt plast? Smjördolla og... Það eru mjög margar tegundir náttúrulega af plasti. Á allt hverju þessar plastunum? Alla plastumbúðir, já. Svo er það aðgreint bara frekar. En hvað telur að vera svona óflokkað? Hvað fer í blandaðan úrgang? Það er til dæmis bleiur, það sem kemur á ruslatunni af baðherbergi, tyggjó, úrgangur úr dýrum. Það er alls konar svona hlutir. Blautþurrkur og blaut? Já, blautþurrkur, já. Það fellur alveg ýmislegt til, en markmiðið okkar er náttúrulega klárlega að þessi flokkur, blandaður úrgangur sé sem minnstur. Þegar það er svona versti flokkurinn. Það er ekkert að einhvern veginn að koma honum í hringrásin aftur, en hinu er hægt að koma fyrir aftur. Eða bein og svoleiðis að fara í þennan poka? Bein, já, mega að fara. Og kartöflur sjálf? Kartöflur og já. Allt saman. Má ég spyrja, takk fyrir erindið ykkar. Nú hef ég setið í stjórn Hörpu og ég er svona keppnismanneskja. Það hefur verið haldið utan tölur frá bæjarfélagum og Grindvíkingar hafa verið duglegir að flokka, einna duglegastir. Er eitthvað haldið utan þessar tölur núna? Spurt er tölfræði varðandi flokkun.
Svarið já, það verið að halda utan þetta. Við erum að vinna í því að ná betur utan þetta og að fá að þessar tölur verði aðgengilegri í rauninni frá okkar hirðuaðilum og markmiðið að þessar tölur verði aðgengilegar. Því að það líka okkar hlutverk að upplýsa íbúum hver staðan Það ekki hægt að segja, nú þið að fara að hlaupa og svo vitið ekkert hvað að gerast. Við ætlum að vera best í þessu. Alltaf. Ég meina, ef það er nóg af einhverju á Suðurnesjum, þá það keppnisskapið. Og en það bara, hefur kannski ekki verið birt einmitt af því að það vantar kannski bara svona aðeins meira öryggi í tölurnar og að það sé svona komið í fastari skorður. En það eitt af því sem fylgir. Og nú til dæmis Umhverfisstofnun byrjaði að birta úrgangstölfræði á sínum vef. Þannig að þetta svona, og með tilkomu úrvinnslusjóðs í þetta allt saman, þá þarf að skila úrgangstölfræði náttúrulega til þess að fá greitt úr úrvinnslusjóði. Þannig að þetta horfir allt betri vegar. Og svo það kannski bara spurning hvar þessar upplýsingar eiga að liggja og hvar þær eiga að vera aðgengilegar. Ég ætla aftur að spyrja fröðfræðstig. Já. Ætlið að koma með í gámar undir það? Já. Það verður gámur á gámaplaninu fyrir fröðplast. Það nú svolítið mikið af þessu. Já, og þetta mjög erfiður flokkur. Já, þetta erfiður flokkur, það alveg rétt. En ef ég má með þetta tölfræði sem hún var að spyrja, eftir næsta útboð þá verður að tæmingasorpi eftir postnúmerum. Þá verðum við með tölunar alveg 100%. Já, bara mjög spennandi, sko. Því að þetta eru bara mjög skemmtilegar upplýsingar og virkilega gaman að skoða, sko. Eru fleiri spurningar? Kannski lókum, við langar að þakka Náður og Önnugarðinni fyrir að þá vinnu sem við erum að leggja á sig í þessu hjá okkur. Það ekkert sjálfgeði, sem fyrir okkur annarkæri, starfandi hjá Reykjanesbæ. Og í Grindavík sé svona öflugt í þessu. Það mikið átaksverkefni að breyta hegðun fólks beinlínis. Svo þurfum við náttúrulega kannski að vera bara jákvæð gagnvart þessum breytingum. Það alveg hægt að tuða og deila hvaða leiðir verið að fara. Af hverju komin 3 tunnur. Sumstaðar 4 tunnur, Stykkishólmi og fleiri sveitarfélögum. Þetta bara leið sem hefur verið ákveðið að fara, bæði frá Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu og þetta mun náttúrulega líka bara þáttið þróast bara svona með því sem tíminn líður. Og það alveg hægt að vera á skúli og tuð yfir þessu en við erum tilbúin að svara þessar spurningar sem koma. Allar spurningar eru bara góðar. Og við verðum náttúrulega að svara því eins og við getum, en við þurfum bara að vera svona klári í þetta og vera bara óbyrgt því að þetta alveg átak. Ég veit það bara sjálfur. Ég stundum með einhverja túpu við vaskinn, erfitt að losa lokið eða eitthvað, ég nenni ekki að ríða þetta, henni var eins og bara glögg vandaðurlöngin í dag. Ég hafði bótt ekki einn þetta. Þetta svona hegðun sem maður þarf að venja sig á og nú blandaði hlutin orðið miklu minni heldur en hann akkúrat núna. Eftir einhverja vikur þá erum við farin að flokka og þá verðum maður að flokka. Já, þá finnst bara að blanda þessu bara á þessum dögum. Það fyrir séð að þetta sveitarfélag eins og Grindavík hjá okkur, við erum bara með eitt plan fyrir Grindavík og við munum þurfa að bæði endurskoða staðsetningarplanina sem í dag eða alveg langt að fara og þurfum að skoða hvort þau verði 2 meira miðsvæðis íbúðabið eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta verði meira aðgengilegt, þannig að fólk svona taki það þá meira með sér á leiðinni í búðina eða eitthvað slíkt. Þannig að það eitthvað sem það náttúrulega pólitískir fulltrúar líka og þurfum að kannski aðeins að benda á það sem við þurfum að skoða og við tökum það náttúrulega líka til okkar. Annað það náttúrulega að Karka að vera í útboð á þjónustunni, á hirðinni sjálfri og það náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Við höfum rætt á og það verður þannig að það verður svona meiri kröfur gerða á upplýsingaskyldu sorphirðuaðilum.
Við vitum alveg hvernig ástandið hefur verið stundum hérna í kringum jól og áramót, ekki bara þegar snjóar einu sinni, og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vita að bílarnir komi þegar þeir koma eða þeir eru seinna og þurfum við bara að fá þær upplýsingar. Og þannig að ég held að séu alveg þetta spennt fyrir því að ég held að ég hef búið út í lok árs, og ég alveg persónulega alveg spennt fyrir því að fara í það og vinna þá með þeim aðra saman hvernig það verður í því að þjónustan verði bara skóð og getur orðið. Og við þurfum ekki að treysta það. Sumir munu kannski vilja velja það að pappátturinn verði bara í bílskúr. Þegar hún lyktarlaus og eitthvað svoleiðis, þannig að ég ætla að fá að draga hana út í hliðina á hinum tunnunum þegar bílinn kannski daginn áður en að bílinn á að koma. Og þá þess gott að bílinn mæti. Þannig að ég svo spennt að þetta fundi með okkur. Ég vonandi ekki gengur þetta. Þú kannski enda bara með allir með þessar kraftunum fyrir utan ljósir og þurfa að fá að gera náttúrulega. Annars bara ef það er eitthvað spurningar, þá já. Einan. Ekki bá. Þessar tunnur hérna, eru það sama breytt og hérna? Já. Alveg sama? Það spurði hvort að nýja tunnur sé jafn breytt og það sem fyrir það þannig. Það eru allir þegar stór. Þannig að ef það ekki hér, við erum alltaf að geta staðið hérna, það verður leikur að fara að grilla til Eurovision, en við erum bara stöndum bara hérna, við erum svona fluttum, takk ykkur fyrir komuna og bara gáðum ykkur vel í að fara að loka. Takk fyrir.